Ágætu áhorfendur, það mikilvægt eftir að við erum komin til trúar, það að segja vitnisburðin okkar. Þetta náttúrulega vita allir kristnir menn og sumir eru duglegir við þetta heldur en aðrir, en Drottinn kallar alltaf inn á milli menn til að vitna. Og alveg sama hvort við séum búin að vera lengi að stutt í trúnni, að þá eigum við öll okkar vitnisburð, og það oft gott, elskuðu vinir, að hverfa aftur til upphafsins og fara inn í byrjunina hjá okkur sjálfum og svona hvað vakti athygli og áhuga minn til að byrja með. Því að það getur verið öðrum mikil hvatning, því að þannig það þó við séum búin að vera í mörg ár trúaðar manneskjur, að þá eru menn alltaf að koma nýir inn og þeir spyrja sig spurningu og þeir hafa áhuga fyrir hinn og þessu, og þetta vitum við mæta vel að því við vorum einu sinni svona sjálf. Og ég man eftir því þegar ég sem sagt að stíga mín fyrstu skref í trúnni, að þá kveiknaði rosalega mikill áhugi á mér strax að láta aðra vita þessa leið sem ég hafði fundið, sem leiðin með Jesú Kristi. Og ég tók fram Nýja testamenti mitt og byrjaði að lesa, byrjaði bara strax á fyrsta guðspjalli, Mattheus og guðspjalli, og ætlaði mér að lesa þetta allt saman í gegn og tók mér bók og blað og blýant í hönd, því að ég ákvað strax að vinna með þessu lestri. Og allt sem vekti mér áhuga, ákvaði ég áður en ég byrjaði að skrifa niður reikningavessin og gefa það út, og ég sem sagt hef lesturinn og geri þetta, vitna, sem sagt skrifa niður reikningavers sem vöktu mér áhuga, sem voru allmörg þeir upp á staðið, og ég man ekki, ég held að þetta hafi verið þrétt skrifað 3 eða 4 blaðsíður, sem var allmikið, því miður þá á ég þetta ekki til lengur. Og ég fór, eftir að ég hafði lesið klárað dæmið, að þá fór ég að hugsa hvernig á ég að koma þessu út. Ég hafði náttúrulega aldrei staðið í neinni bókaútgáfu eða hinnu slíku og þekkti ekki til þessara hluta. Og það endaði með því að ég leitaði ráða hjá Gideon félaginu, sem að ég hafði haft spurnin af og vissi að var að gera góða hluti, og þar með vissi það að þeir væru að gefa skólabörnum Nýja testamenti, því að sjálfur fékk ég frá Gideon félaginu þessa mitt Nýja testamenti sem ég átti í mörg ár og á því miður ekki lengur til í dag. Þeir voru til húsa á Vesturgötunni í gamla húsnæði Búnaðarbankans sem eitt sinn var. Og þar fyrir innan Sigurbjörn Þorkelsson, hann ekki Þorkelsson? Jú. Og hann þá formaður Gideon félagsins og tekur mér vel og fer yfir þetta með mér og segir mér jafnframt að það sé nú búið að gefa út svona sveipa þessu og ég hafði verið að pæla í, og gaf mér svo lítinn bækling þar sem með biblíuversum dagsins. Ég var að hugsa eitthvað áþekkt dæmi og það. Og þá, sem sagt, við kvöddumstum hérna, við virktum og ég fór að huglega það á leiðinni heim aftur að það hafði nú verið ýmislegt gert áður heldur en að ég fór af stað sjálfur og vissi og gerði uppgöta að Drottinn hafði lengi verið að störfum. En ég þarna nýgræðingurinn í trúnni hafði náttúrulega ekki hugmynd það hvað menn hafði verið að gera, og ég mjög þakklátur fyrir þetta að hafa farið svona fljótt í þetta verk, að fara út í þetta, því að ég sá og uppgötaði, eins og ég sagði á þann, að það hafði fullt af hlutum verið gert. Það var ekkert nýtt sem ég var að koma með, en þetta vissi ég ekki, og mjög þakklátur fyrir það að hafa komið svona fljótt að því, því að þá gæti ég farið að snúa mig bara því sem ég átti að gera, sem var einmitt þetta að hugsa þessi mál, hvernig get ég gert hlutina og hvernig best að framkvæma þetta og hver mín köllun. Og hann kemur þarna strax eiginlega í ljós að þetta mín köllun, það að huga að þessum málum, skrifa, taka saman texta og tala seinna, það kom seinna. En þetta var rosalega góðu grunnur sem ég fekk þarna, og bara að ákveða þetta strax, það ég svolítið þakkláttur fyrir að sjá þetta, Drottinn sýndi mér þetta strax, mikilvægi þess að orðið gengi út. Ég hef aldrei veiklast augnablik í því að það bara staðreynd
sem að ég hef búið alls síðan og við veitum öllum í dag, en við verðum að muna það að það eru fullt af fólki sem að stíga sem fyrstu skref sem veit ekki það sem við vitum eftir 20, 30, 40 ára eða Guð má vita hvað langur tími er frá því að við tókum trú. Og það er mjög mikilvægt og ég man alltaf eftir því ég bað Drottin að gefa mér þetta, að gleyma því aldrei hvernig ég tók við og hvað ég vildi gera og svo framvegis. Því að það eru margar spurningar sem að ég spurði sjálfa mig, eru nýgræðingurinn að spyrja sig í dag. En það er ekki það svo sem fyrir mig að hafa hann að ágjöra þessu því að við vitum, alveg svo ég veit og sá og fann og upplýði að Drottin var með mér strax. En fór að sýna mér þetta, sýna mér það hvað þetta er. Og jú, það var búið að gera margt, ég komst að því mjög fljótlega að það er ekkert nýtt undir sólinni. Það sem ég var að pæla í, það var búið að gera það. Og allt er lagi með það. Því miður það á ég nú ekki þessa uppskrifuðu reikningateksta sem ég tók saman á þessum tíma, en ég hef mjög gjarnan að vilja það. Þetta er svona, maður er kærulaus við þetta og hugsa ekki alltaf mjög langt fram í tíman, þetta svo sem hefur maður orðið og getur alltaf gluggaði það. Þetta er svona verið skemmtilegt fyrir mig sjálfan að eiga þetta og kannski hefði verið gaman fyrir eitthvað líka að sjá þessa reikningateksta sem þarna komust yfir á blað. Og ég sem sagt fæ strax alveg rosalegan áhuga á orði Guðs, bara strax rosalegan áhuga því að það lögst upp fyrir mér þegar ég frelsaði að Drottin var bara svarið. Að það var til hel, það var til himnaríki, það var til breiðuvegur, það var til mjórvegur. Og þetta sá ég strax og ég fer sem sagt að reyna að boða en komst fljótlega að því að þær dyr voru bara alls ekkert opnar. Þær voru flestar bara lokaðar. Og ég komst líka að því að þegar ég ætlaði að fara að boða trú innan fólk, að mér var bara alls ekkert vel tekið allstað. Þetta er gömul saga og ný. Og það er mjög mikilvægt einmitt að við munum eftir þessu, hvernig við vorum sjálf, hvernig við brugðum sjálf við því sem við fólki sem kom og vildi tala við okkur Guðs orð. Við tókum því bara ekkert allt og vel. En núna erum við þarna með í borð, erum þetta fólk sem erum að boða trú og mætum sömu viðbrögðum og við lesum í Biblíunni. Páll til að mynda honum var ekkert allstaðar vel tekið af heiðingjum og sínum gömlu félögum sem að bara, ég vildi ekkert með hann hafa lengur eftir þetta. Og það er þetta sem við upplifum. Og þessin er það svo mikilvægt að hlúa vel að nýgræðingum, þessum nýbyrjaða sem veit ekki allt það sem við vitum. Reynslan á eftir að kenna hann margt, alveg svo hann hefur kennt mér og þér, en hann veit þetta ekki, en hann þarf að stíga þessi skref. Þessin er það svo mikilvægt fyrir okkur sem eru lengra komnir að við styðjum dálítið mikið við bak þessara ungu mann og kvenna í trúnni. Ungu mann og kvenna segi í trúnni, við getum verið á hvaða aldri sem er, en við erum misjaflega gömul í trúnni vegna þess að það er svo misjaflega langt og stutt síðan við komumst til trúar. Og þetta lærði ég mjög fljótlega að þetta er ekkert áhlaupsverk, þetta er langhlaup að boða og þetta er endalaust í gangi og ég er búin að vera að trúa síðan 89 og í dag er 2014 og þetta er ennþá sama hindrunni sem er að verða var við og verða fyrir eins og var þá. Það hefur ekkert breyst af því að Drottinn er hinn sami og hann er sá sem að fer fyrir og við sem erum lengra komnir okkur ber skylda til þess að fræða þetta yngra fólk, hlúa því, styðja það og umfram allt að leyfa því að reyna og spreyta sig og þegar það fær á sig ykkur högg eins og má búast við að við séum þá til staðar fyrir þetta fólk. Og ég var svo heppinn og auðvitað sér Guð allt að ég átti þetta fólk sem var til staðar fyrir mig og það hjálpaði mér og hlúði að mér og svona þegar maður var kannski komið særður heim. Þetta þurfum við að vera. Við þurfum að vera fyrir þetta fólk, við þurfum að vera fyrir hvort annað að því að reynslan, hún kennir okkur svo margt. Ég tala núna eftir 24 ár og rifja upp tímana sem var þegar ég var að byrja, þegar maður sá þetta allt saman í allt öðru ljósi heldur maður sér það í dag, þegar maður vissi ekki þessar hindranir, hafði gleymt í sjálfur að því maður var búin að finna svarið sem að Jesús er
hafði gleymt því að það eru bara fráleitt allir á þessum stað og fæstir af þeim sem við þekkjum eru á þessum sama stað og við erum komin á í dag. Og þetta þarf að verða. Og þetta þarf að vera, sem sagt, láta nýgræðingi vita að sé, en hann verður auðvitað að stíga sín skref í trúnni og rekur sig á og kemur kannski særður tilbaka inn í kirkjuna og þar þurfum við að vera handa fyrir þetta fólk til að uppörfa og hvetja og umfram allt fyrir nýgræðingin rosalega mikilvægt að taka við kennslunni úr púlti segi ég, því að þaðan talar Drottinn til safnaðarinn. Við getum verið að fræða menn bara allt og ekki neitt og við erum að tala margt til fólks sem að kannski við höfum ekki alveg vita á, en það púlti sem við eigum að hlusta á, því að þar talar rödd Drottins, númer 1, 2 og 3. Og svo líka annað sem ekki síður mikilvægt, það það að við sökkum okkur niður í orð Guðs. Þetta gerði maður sjálfur alveg linnulaust, en það var ekki vegna þess að ég væri svona áhugasamur þetta. Drottinn setti mig í þá stöðu þegar ég var að byrja í trúnni, það kóldist yfir mig ákveðin svona erfiðleikar og hann bara setti mig í orðið. Því að þar var eini staður sem ég fekk frið á í orðinu. Og ég las í marga klukkutíma á dag, ég á nú til vitnisburðum þetta líka og þú kannski hefur séð hann. En hitt var svona líka áhugavert hvernig maður ákvað strax að gera þetta. Ég ákvað strax að fara út í það að skrifa niður, búa til einhvað sem ég geti rétt öðrum. Það kemur strax þarna þetta trúboðshjarta upp í manni sem hefur raunverulega ekkert farið. Ég veit ekki hvað oft ég hef setið yfir orð Guðs og hugsað mér sjálfum, hvernig á ég að gera þetta, hvernig næ ég best til fólks. Eftir 24 ár ég raunverulega ennþá að velta þessu fyrir mér, hvernig best að gera þetta, hvernig næ maður best til fólk, því að maður raunverulega ennþá á sama stað hvað þetta varðar, að staðan þessi, það vantrú í heiminum og ég átti trú. Kristur til staðar, hann vil hjálpa öllum, hann fyrir alla, elskar alla og ég þarna einhvers staðar inn í þessu öllu saman og gerandi það sem ég get gert og þess vegna þetta alltaf spurningin hvernig á ég að gera þetta. Og tíminn og reynslan hefur sýnt mér það að Drottinn heyrir í mér og ég heyri í honum og ég þarf að hlusta á hann veit það sem ég veit ekki, hann veit hvernig best að ná til einstaklingsins. Því að það, og annað líka sem að ég hef lært og þú veist eflaust að það gildi ekki kannski 2 sömu aðferðir við einstaklingin. Þú notar þessa aðferð við þennan og þú notar hinn aðferðina við hinn, en Drottinn sýnir þér aðferðina við hvern og einn. Þetta orð sem talaði til mín á sínum tíma, sem var nú tunguna, ég vitnaði líka, hún kannski höfðar ekki til þín, en það kannski einhver annar réttingarstaður sem myndi höfðar til þín til þess að ná þér á þann stað þú farir í það minnst ígrunda orðið með öðrum hætti en var. Drottinn veit það. Og þess vegna gæti svo farið að ég læsi hann upp fyrir þig sem höfðar ekki til mín á sínum tíma en höfðar til þín, af því við erum sitt hvor manneskjan, en Guð þekkir báða. Hann elskar þig jafn mikið á mig og hefur jafn mikla trú á því að þú komi inn alveg svo ég kom inn. Ég ekki merkilegri maður heldur en þú og heldur ekkert ómerkilegri, ég bara sköpun Guðs rétt eins og þú. Og þetta vitnisburðurinn minn að hann þessi að ég fór strax, fekk rosalegan áhuga strax á því að boða öðrum trú og ég fór strax að upphugsa leiðir og Drottinn fór strax að gefa mér aðferðir þó svo að það hefði verið búið að gera þetta verið til í stóru bunkum þá var það ekkert endilega það sem hann var að pæla í. Það verði sýna mér það að það búið að vinna fullt af vinnu og ég þarf að gera mína vinnu og ég á ekki verið að apa upp eftir öðrum þó ég ekki vita að ég væri að því. Hann vill að ég fari bara inn á þá braut sem hann hefur lagt mér og sem þessi braut. Og hana hef ég farið og á henni ég ennþá að gera sama og ég hef alltaf verið að gera í gegnum þessa trúargöngu mína sem að boða öðrum leiðina í gegnum Jesú Krist
sem alltaf nummer 1 og 3. En ætlum við segjum þessum vitnisburði ekki lokið og við bara höldum þessu verki áfram eins og Guð vill, og ég trúi því að Guð sé að endurvekja vitnisburðin aftur. Hann gerir það alltaf öðru hvoru reglulega, og ég bara kveð og trúi því að þú hafir fengið einhvern áhuga á því að segja bara jafnvel þinn vitnisburð sem þú átt, því að þú átt ekki minni eða ómerkari vitnisburð heldur en ég. Þetta snýst það ekkert um það, heldur að nafni Drottins er lyft upp í hæðirnar sem það á að vera á, Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson kveður og vonandi bara heldur þessu vitnisburðardæmi áfram, því að það er alltaf gaman að heyra vitnisburði og það er alltaf gaman að segja sinn vitnisburð, Jesú nafni. Amen.